Þá komið að 7. liði á dagskrá, stríðsátök fyrir botni Miðjarðarhafs, til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, bestu þakkir forseti bæjarstjórnar, ágætu bæjarfulltrúar. Við erum hér komin til þess að ræða kannski sérstakt mál og sérstakt á þessum vettvangi en það eru stríðsátökin fyrir botni Miðjarðarhafs og svo kannski aðeins hvernig það kann að tengjast okkur eða hvernig við getum sýnt ábyrgð. Ég held að sjótt að segja það að augu allra beinast að Gaza þessa mundir og þær frásagnir sem berast okkur hingað eru þungbærari en orð fá lýst. Það eru allir sammála það. 80% íbúa Gaza á flótta eða 1,7 milljónir manna, stór hluti konur og börn. Og þetta fólk sem býr í dag á götunni, í vanbúnum tjaldbúðum, þar sem aðgengi að hreinu vatni, mat og heilbrigðisþjónustu af skortum skammti og það þá vægt til orða tekið. Heilbrigðiskerfið hrunið á Gaza. Samkvæmt alþjóða heilbrigðismálastofnuninni hafa 29 af 36 spítölum orðið fyrir tjóni eða altjóni og í heildina 84% af allri heilbrigðis aðstöðu. Og mannfall meðal heilbrigðis- og mannúðarstarfsmanna gífurlegt og hvorki eldsneyti né nauðsynleg sjúkragögn ná að berast til þeirra sjúkrastofnana sem eftir standa. Og ég vil af þessu tilefni fá að minnast sérstaklega þeirra 22 starfsmanna, Rauða krossins og Rauða hálfmánans sem hafa látið lífið í þessum átökum frá því að þau hófust. Á hverju mánuði, þrátt fyrir þetta, eignast 5.500 barnshafandi konur börn sín við þessar hryllilegu aðstæður og þurfa þá að snúa aftur á götuna með þau börn. Sameinuðu þjóðirnar hafi sömuleiðis lýst yfir þungum áhyggjum af árásum Ísraelshers á skóla, háskóla, á kennara og nemendur og Sameinuðu þjóðirnar hafa sagt þessar árásir kerfisbundnar og líklega til að gjöreyða menntakerfi landsins. Allir 11 háskólar Gaza hafa verið jafnaðir við jörðu og tjón eða altjón á 80% allra skólabygginga. Yfir 600.000 nemendur í dag hafa því ekki lengur aðgengi að menntun eða aðgengi að því skjóli sem skólar veita. Yfir 5.000 nemendur hafa verið drepnir frá því átök hófust en fleiri slasaðir. 400 kennarar drepnir, fleiri slasaðir og mikill fjöldi hnepptur í varðhald. Og með því að vega svona kerfisbundið að menntun vegið að lífi og framtíð og draumum palestínskra barna og ungmenna. Og hér finnst mér rétt að staldra aðeins við og taka fram að tugþúsundir Ísraelsmanna hafa mótmælt stríðsbrölti stjórnvalda á götum Tel Aviv, þrátt fyrir ólýsanlegt ofbeldi Hamas-samtakanna gagnvart ísraelskum borgum 7. október síðastliðinn. Það óumdeilt að Ísrael hefur beitt yfirþyrmandi afli í hernaðaraðgerðum sínum. Suður Afríka hefur kært Ísrael fyrir brot á alþjóðalögum sem falli geti undir þjóðarmorð og dómstóllinn hefur nú þegar viðurkennt óhóflegar árásir á saklausa borgara og skort á mannúðaraðstoð. Það mun segja að taka lengri tíma áður en dómstóllinn úrskurðar endanlega hvort þjóðarmorð sé að ræða. Og meðan í dag kallar íslenskur almenningur eftir aðgerðum og friðsamlegum leiðum til að þrýsta á ísraelsk stjórnvöld til að láta af árásum á almenna borgara. Einn þeirra hefur verið að hvetja til sniðgöngu að fyrirmynd þeirri sem beindist að Suður Afríku á tímum aðskilnaðarstefnunnar. Og á sínum tíma réð þrýstingur frá almenningi úrslitum að það tókst á endanum að koma því í gegn, bæði gegnum bandaríska og breska þingið, að beita Suður Afríku viðskiptaþvingunum. Að mínum mati eiga íslensk sveitarfélög rétt eins og líka ríkisvaldið að leggja hlustir við slíkum áköllum og að lágmarki gera þá sjálfsögðu kröfu að fyrirtæki sem skipt við virði alþjóða lög. Meðan að augu heimsbyggðarinnar hvíla á stjórnvöldum í Ísrael munu ísraelsk fyrirtæki sömuleiðis vera undir smásjánni.
Rétt eins og það hvarflar tæplega að okkur að viðskiptum við fyrirtæki sem hafa beintengsl við hryðjuverkasamtök, þá ættu við sömuleiðis að íhuga það alvarlega hvort rétt sé að eiga til að mynda í viðskiptum við fyrirtæki og aðila sem eru með starfsemi í ólöglegum landtökubyggðum Ísraels í Palestínu. Ég minni á að í þessu samhengi að Ísland var fyrst ríkja í vestur- og norðurhluta Evrópu til að viðurkenna sjálfstæði Palestínu. Ég minni líka á að ríkisstjórn Noregs hefur ítrekkað tilmæli sín til norskra fyrirtækja að stunda ekki viðskipti við ísraelsk fyrirtæki á ólöglegum landtökusvæðum. Slíkt viðhaldi landtökubyggðum sem séu ólöglegar og fleiri evrópska ríkisstjórnir hafa fylgt svipuðu fordæmi. Í þessu felst ekki róttæk afstaða, heldur sjálfsögð afstaða og ég veit að mörg íslensk fyrirtæki hafa tekið þessa afstöðu nú þegar. Að þessu sögðu vil ég bera fram tillögu að sameiginlegri yfirlýsingu bæjarstjórnar vegna stríðsátaka og ofbeldis gegn almennum borgurum fyrir botni Miðjarðarhafs. Og hún svo hljóðandi. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar fordæmir árásir gegn almennum borgurum á Gaza og önnur ofbeldisverk fyrir botni Miðjarðarhafs sem brjóta gegn alþjóðlegum mannúðarlögum með tilheyrandi þjáningu og eyðileggingu borgaralegra innviða. Bæjarstjórn tekur undir með ályktun utanríkismálanefndar Alþingis að kalla í eftir tafarlausu vopnahléi á átökum á svæðinu af mannúðarástæðum, kalla eftir mannúðlegri meðferð á og tafarlausri lausn gísla, aðgengi hjálpar og mannúðarsamtaka og að neyðarvistum og læknisaðstoð verði komið til almennings tafarlaust. Þá telur bæjarstjórn mikilvægt að sveitarfélög og ríkisstofnanir gangi fram með góðu fordæmi, meðal annars þegar kemur að kaupum á vörum og þjónustu. Sjálfsagt sé að gera þá kröfu til fyrirtækja sem Akureyrarbær á í viðskiptum við að þau virði alþjóðalög í hvívetna. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka fyrir góða framsögu bæjarfulltrúa Gunnars. Ég get tekið undir hvert orð að ástandið á Gaza hörmulegt og sorglegt. Einhver vonarneisti mögulega fólginn í nýjum fréttum að núna liggi fyrir drög að samkomulagi sem að Joe Biden Bandaríkjaforseti hefur átt frumkvæði að ef ég skil rétt, vopnahlé og vegvísa í átt til varanlegs friðar með yfirráðum Palestínumanna sjálfra á svæðinu. Og ég vil segja að ég tel ekki sjálfgefið að bæjarstjórn Akureyrar álykti utanríkismál. Þau eru alla jafna í höndum Alþingis og ríkisstjórnar og það spurning hvar við eigum að láta staðar numið en við hefjum þá vegferð. Eigum við að álykta skipulögð illvirki yfirvalda gegn stúlkum á Grænlandi eða stöðu samkynhneigðra í Austur-Evrópu eða stöðu kvenna í Afríku og Mið-Austurlöndum svo að einhver dæmi séu nefnd. Ég ekki með svari við því, en allavega að mínu mati þetta svo stórt mál sem við erum að ræða hér í dag og svo áleitið og það að gerast í rauntíma. Þannig að það eitthvað til vinnandi ef við getum bætt okkar rödd við kröfurnar vopnahlé og frið. En við skulum þó varast að setja okkur á of háan hest því að við sjálf hér á Akureyri höfum verið gagnrýnd og jafnvel dæmd fyrir ýmislegt svo sem að brjóta á rétti starfsmanna okkar eða umsækjenda störf, að brjóta á rétti fatlaðs fólks, að brjóta á rétti verktaka sem vinna fyrir okkur og svo framvegis. Sveitarstjórnum á Íslandi sem sagt almennt séð ætlað annað hlutverk en að fjalla utanríkismál samkvæmt sveitarstjórnarlögum, en þar segir reyndar í 8. grein, sveitarstjórn getur ályktað hvert það málefni sem hún telur að varði sveitarfélagið. Og þar kemur kannski hinn beini snertiflötur okkar við þetta mál, það að segja viðskipti við fyrirtæki sem tengjast Ísrael og landnámsbyggðum og hvort lítil þúfa geti hjálpað til að velta þungu hlassi með að við sniðgöngum fyrirtæki sem eru sökuðum að brjóta af sér eða jafnvel að slíkt hafi sannast á þeim. Þá á það að benda að Akureyrarbær bundin af lögum opinber innkaup þannig að við kaup á vörum eða þjónustu eða vinnu
Yfir tilteknum fjárhæðar mörkum þá ber okkur að halda útboð til að tryggja gegnsæi og jafnræði og til að koma í veg fyrir að geðþótti eða frændhygli ráði ferð og til að fá sem best verð, enda erum við að höndla með fjármuni almennings hér í sveitarfélaginu. Og lögin setja vissulega skorður hverjir megi taka þátt í útboðum, en það snýr mest að góðri fjárhagsstöðu, að vera í skilum með opinber gjöld, að hafa þekkingu og bolmagn til að valda viðfangsefninu og svo framvegis. En það er lítið eða ekkert svigrúm til að meta bjóðendur á grundvelli huglægari krafna, svo sem varðandi viðskipta siðferði, umhverfisstefnu, jafnrétti kynja og fleira af því tagi. Mannréttindabrot. Það væri þó að mínum mati alveg athugandi að taka það upp á vettvangi samband sveitarfélaga að hvetja til að slíkar mælistikur verði fléttaðar inn í lögin opinber innkaup. En ég vil svo bara lokum segja að ég styð þá ályktun sem að hér liggur fyrir sem að bæjarfulltrúi Gunnar lagði fram. Takk. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekti máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að nýta tækifærið að koma upp og þakka bæjarfulltrúi Gunnari fyrir að setja þetta mál á dagskrá hér hjá okkur og ég get tekið undir allt það sem hann sagði hér í upphafserindi sínu. Það snertir okkur öll hvar svo sem að hörmungar eiga sér stað og það snertir sannlega íslensku þjóðina þær hörmungar sem eiga sér stað á Gaza. Ísland var eitt af fyrstu ríkjum Evrópu til að viðurkenna sjálfstæði Palestínu með þingsályktunartillögu haustið 2011 og þegar það kemur að þeim áleitnu spurningum sem að kannski bæjarfulltrúi Andri var að nefna hér áðan, þá er þessi lína þar sem við finnum hana. Línan er greinilega hér vegna þess að við erum væntanlega frá samþykja umrædda bókun sem að snýr ekki síst af þeim snertifleti sem að við eigum með jafnvel beinum hætti og þá kannski ekki síst í tengslum við Rapid sem við þurfum og verðum að ræða hvort og þó hvernig innan laga ramma við getum nýtt okkur það að eiga ekki í viðskiptasambandi við en Ísraelsku forstjóri Rapid og aðileg eigandi hefur lýst afdráttarlausum stuðningu við ráðamenn í Ísrael og aðgeri þar gegn palestínsku þjóðina á Gaza og hann hefur gefið þá út að fórnarkostnaður skefjalausra árásar á almenna borgara skipti engu sem hefur leitt til dauða að minnstakosti 25.000 manns á stórum hluta börn og konur. Ég skal viðurkenna að ég skil ekki alveg tengslin við að við séum með því að fordæma morð gegn börnum snúist að setja sig á háan hest í einhverju samhengi þrátt fyrir að Akureyrarbær hafi gerst segum ýmisleg brot svo sem að brjóta á rétti einstakra starfsmanna eða umsækjendur störf og rétti fatlaðs fólks. Ég get bara alls ekki séð að þetta sé sambærilegt eða komið málinu við með nokkrum hætti. Síðan er að sjálfsögðu hægt að ræða hvort og hvenar sveitarstjórnir eiga fjalla utanríkismál og það er að sjálfsögðu rétt sem að bæjarfulltrúi Andri nefndi hérna áðan að í stóru myndinni er það á vettvangi ríkisvaldsins og á þingi. Hins vegar skiptir máli ekki bara í þessu máli heldur svo mörgum öðrum að ríki og sveitarfélög gangi í takt til þess að framfylgja stefnu íslenskra stjórnvalda vegna þess að sveitarfélög eru sannarlega hluti af íslenskum stjórnvöldum. Það væri líka, það sem er ánægilegt núna er að horfa til þess að íslensk stjórnvöld ættu í rauninni að eiga frumkvæði og viðræður við önnur Norðurlandaríki þessi mögulegu efnahagslegu og pólitísku þvingunir gagnvart Ísrael og það er ósköp einfaldlega þannig að þessum hörmungum verður að linna og Ísland verður að leggja sitt af mörkum. Varðandi skipulegu illvirki gagnvart stúlkum á Grænlandi eða stöðu samkynhneigðra í Austur-Evrópu eða stöðu kvenna í Afríku og Mið-Austurlöndum þá getur vel verið að slíkt ætti erindi hér á þessum vettvangi þá ekki síst að það tengis með einhverjum beinum hætti þeim viðskiptum sem við eigum í. Allavegana, línan er hér, ég glöð að við stígum upp, setjum að minnstakosti þessa litlu bókun og hún er að sjálfsögðu sandkorni í stóra samhenginu en við höfum þó kannski sandkorni fram að færa og niðurstaðan er í sjálfu sér að kannski
sama hver spurningin sé, þá eru morð á börnum aldrei svarið. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinni. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti bæjarfulltrúar, að því að bæjarfulltrúi Andri íjaði að því að það mætti ég vel líta á þetta sem misnotkun á þessum vettvangi að bera fram þessa álíktun, að þá ætla ég að halda áfram og misnota þennan vettvang og bið forseta afsökunar á því fyrirfram. Það er erfitt að vera í forsetaframboði. Mér er það minnistætt að þau voru látin svara þeirri spurningu hverjum núverandi ástand á Gaza væri að kenna. Og vafðist náttúrulega fyrir því að sagan er löng og menn hefði alveg getað að byrja á því að í einhvern tímann í fyrndinni þá lofaði Guð ákveðnum ættflokki þessu landsvæði. Ég hefði viljað svara með þríþættum hætti. Í fyrradag var þetta Evrópuþjóðum að kenna á 1948 þegar þær létu gyðinga hafa þetta land til eignar, ráku í burtu íbúana sem þá voru. Í gær var það að kenna Hamas sem gerði svívirðilega árás á Ísrael. Í dag er það án vafa að kenna ísraelskum stjórnvöldum. Hugsið ykkur, stríðið sem þarna er háð, það er annars vegar vopnaðar sveitir sem heyja stríð við hverja? Jú, við múrsteina og malbygg og innviði aðalega. Það er aðal óvinnurinn. Þetta á að leggja í eyði, á að gera þetta óbyggilegt. Það er engin her á móti að stöku Hamasmaður sem gerir eitthvað, en í grunninn er óvinnurinn múr, malbygg og innviðir. Þannig að ég er mjög ánægður með þessa ályktun sem við ætlum að samþykkja hér og kemur þá að misnotkuninni á þessum stað. Þegar ég vildi óska þess svo sannarlega og bið forseta afsökunar. Ég vildi óska þess svo sannarlega að sama eindrægni ríkti hér meðal okkar stríðið í Úkraínu. Þá óheilla stefnu sem við höfum lagt okkar litla af mörkum til að sé fyllt þegar við hentum Múrmansk út í buskan. Þeirri óheilla stefnu sem við fylgjum og allir þjóðarleiðtogar í Evrópu nánast að segja að það stríð sem háðir í Úkraínu verði unnið á vígvellinum. Þetta er eyðingarstefna, þetta er afskaplega hættuleg hugmynd og við eigum með öllum hætti að koma mönnum að samningaborðinu, ekki eins og á að gerast miðjan þennan mánuð, þar sem boðað til friðarráðstefnu og öðrum stríðsaðilanum er ekki boðið að vera með. Ég ætla ekki að segja meira þetta í bíli, en bara takk og afsakið misnotkunina, frú forseti. Þá hefur bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu. Orðið er laust. Þessi fleiri hafi ekki hvað til hljóðs. Þeir sem geta samþykkt bókuna sem að bæjarfulltrúi Gunnar Már las hér upp í upphafi, gefur merki. Það eru 10, einhver á móti, 1 situr hjá.